á þeim tíma var Jordan Peterson að rísa upp frá University of Toronto, fór frá því að vera einhver quirky sálfræðikennari með einhverjar meiningar yfir í það að vera bara í gegnum miðla eins og þessa, bara hlaðvarp og fleira, var bara einhverjum rísastórum opinion maker í heiminum. Á sama tíma var í öðrum háskóla þarna í Toronto sem heitir York University, þar var fyrsta druslugangan farin, það var þetta nokkrum árum fyrr, en þú veist þessi svona að skila skömminni, kultúr, rosalega margt sem tengist félagslegum réttindum sem hefur verið að miðla í gegnum samfélagsmiðla, þær hugmyndir voru líka að spretta fram á svipuðum tíma í sömu borg og við þurfum bara að passa okkur hérna á Íslandi að verði ekki bara með aðra bylgjuna, þú veist að því í öllum þróuðum og dýnamískum samfélögum þá eru fleiri en ein bylgja í gangi og það jú, ég meina Ameríku núna, ég meina þeir eru bara svo þekktir fyrir svona dualisma, en það er búið að vera náttúrulega, Trump núna með sitt annað kjörtímabil, og fekk góða kosningu og allt það, en þetta samt ekki gleyma, þú veist, þetta eru 60 miljón atkvæði á móti 45, eða nákvæmlega hvernig það var, ég man hvernig þú veist, þetta samt bara, Kamala Harris hefði getað farið, þá hefði bara verið keyrt á hinu í 4 ár, sko. Hitt fólk alveg líka.